Komið þið sæl og velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum við að kafa ofan í hreint út sagt frábæra speki úr tímaritinu Akan Jyoti frá því í maí og júní árið 2023. Höfundurinn að baki þessum merka texta er engin annar en Yug Rishi Pandit Sriram Sharma Acharyaji. Sko, ímyndum okkur víðfeðmann og dularfullan skóg, algjörlega hullin þykkri þoku. Allt virðist óljóst, er það ekki? En svo, rétt í miðjunni, kviknar ljós. Við sjáum eilífan logandi gullin loga úr einfaldum leirlampa eða Akan Jyoti. Þessi magnaði logi klífur þokuna og skapar reymi fyrir alveg nýja sýn. Og það er einmitt það sem við ætlum að ræða í dag, hvernig við getum öll fundið þennan innri loga okkar til að lýsa upp stærstu áskorunni lífsins. Jæja, vindum okkur beitt í þetta. Náttúran hefur það nefnilega fyrir sið að henda í okkur allskins óútskýranlegum gátum og já, þær geta virst bæði óskýranlegar og dularfullar, alveg eins og þokan sem við vorum rétti þessu að ímynda okkur, en hér er lykilatriðið. Svörin fást brasta alls ekki með því að loka augunum, þvert á móti. Þau fást í gegnum það reynslu sem hlýsta því að fylgjast náið með. Áskoranirnar eru engin tilviljun, það krefist þess að við stígum fram og rýnum í þær af fyllri athygli. Þessi tilvitnun hér dregur kjarnan saman á svo ótrúlega fallegan hátt. Hugsum aðeins út í þetta. Þegar áskoranir eru raunverulega samþykktar, þá gerist eitthvað stórkostlegt. Okkar eigin dulda geta byrjar hreinlega að blómstra. Það er einmitt með því að taka fagnandi á móti þessum endalausu áskorunum sem við öðlumst dýpri skilning og upplifum stærri afrek. Mótlætið er nefnilega ekki óvinur okkar, heldur okkar allra öflugasta verkfæri til vaxtar. Þetta leiðir okkur að spurningu sem fær mann virkilega til að staldra við og hugsa. Ef svörin eru öll til staðar og mótlætið er bara stökkpöllur, hvers vegna í ósköpunum festumst við það svona oft í vanmætti og reynum að flýja? Jú, svarið liggur í því að gríðarlegu hluti af okkar eigin styrk og möguleikum er vel falin undir yfirborðinu. Við skulum aðeins kíkja á nokkra kraftmiklar myndlíkingar sem útskýra þetta miklu betur. Textinn dregur upp alveg sláandi mynd. Hugsum okkur hrúgu á hversdagslegum eldivið, en bíðum nú við. Ímyndum okkur svo að þessi viður umbreytist í ilmandi sandelviðarskóg sem bókstaflega glóir í dularfullri birtu. Dæmisagan er þessi. Við erum oft nákvæmlega eins og eigandi þessara ótrúlega verðmæta skógar, en bara gersamlega ómeðvitu verðmæti hans. Við komum fram við hann eins og venjulegan eldivið. Gildið er sannarlega til staðar en vankunnáttan fær okkur til að kasta því á glæ. Er það ekki sláandi? Tökum annað dæmi. Hugsum okkur þá sem grafa djúpt niður í dimma kolanámu og finna sjaldgefa óslipaða demanta. En í stað þess að átta sig á þeirri stórkostlegu fegurð sem leynist hið innra, selja þeir þó bara sem einhverja glittrandi steina af götunni. Þessi vankunnátta heldur gríðalegun innri styrk algjörlega huldum. Það er ekki fyrr en við skiljum okkar eigin virði sem við getum tekið upp þessu öflugu vopn í stærstu orrustum lífsins. Þetta snýst allt að sjá raunverulegt verðmæti, bæði í hlutunum og í okkur sjálfum. Það sem er svo virkilega áhugavert er hvernig þessar fornu myndlíkingar smella alveg saman við nútíma rannsóknir á streitu. Samkvæmt þessari samantekta okkar stafar streita ekki endilega að því að heimurinn sé svo rosalega erfiður. Nei, það er miklu frekar vegna þess að okkur skortir skilning á áskorununum og að við gjörsamlega vanmetum okkar eigin getu. Þegar okkur vandar trúni á okkar eigið ógæti, þá tekur óttin einfallega völdin. Í staðan þess að rísa upp, kjósa margir að flýja, sem auðvitað elur bara enn frekara óttanum. Dale Carnegie orðaði þetta frábærlega og þessi tilvitnun sýnir nákvæmlega hvernig við verðum að breyta hugafarinu. Þann dag sem við uppgötvum okkar sönnu innri verðmæti, hættum við að flauka í burtu. Óttinn sem áður olli allir í þessari lamandi streitu umbreytist í spennu og baráttugleði. Í staðinn þess að skjálfa á beinunum yfir hugsanlegum ósigri sjáum mann sem alveg nauðsynlegt skref sem magnaðan stökkpall af velgengni. Við búum öll yfir ótjandi kröftum og þeir sem þora, þeir stýrast einmitt af þessu mikla innri krafti. Og þetta sýnir svo algjörlega snildarlega hvernig sagan sjálf staðfestir þessa speki. Við skulum kíkja á 2 merka einstakninga sem stigur rækilega út fyrir það endaramann. Fyrst er það Charles Darwin sem þoldi alvarlega veikindi í heil 20 ár. Hann hefur auðveldilega getað kastað inn handklæðinu, en hann heilt áfram, stundaði þróttlausa rannsóknir og bjó til meistarverkið uppruni tegundana. Á svipaðan hátt höfum við hinn forna ajurvitafræðimann Charak. Þrátt fyrir að þola ólæknandi sár,
ferðaðist hann óþreytandi milli skóga að leita að lækningamættu plantna. Afreksturinn, forna bókin Charak Samhita, sem enn þann dag í dag stórt leiðarljós. Bæði þessi verk fættust eingöngu vegna þess að erfileikum var mætt með æðruleysi. Þvílíkur innblastur. Þetta leiðir okkur beint að mikilvægri skilgreiningu á hugrekki. Sko, ef við viljum að lífa lífinu eins og lygnu og kyrru stöðuvatni í fullkomnu þægjendum þar sem allt uppselt fyrir fram, þá reynlega rýrnar getan okkar til að takast á við lífið. Hæfileikarnir dofna, en sönnmerkun hugrekkis önnur. Ímyndið ykkur að vatni breytist í ólgandi æðandi á og beint í miðjum þeim miklastraumi stendur stakur stein þar sem heilagi login okkar brennur á fullkomnum stöðuleika, alveg ósnortin af storminum. Sjáuð þið þetta fyrir ykkur. Það hið raunverulega hugvekki, ekki að forða stormin heldur að standa stöðugur í jónum. Smó aðalatriðið þetta. Hvernig höldum við áfram að efla okkur til að verða nákvæmlega þessi óhakalegi logi? Heimildin okkar leggur fram 3 skýr skref. Í fyrsta lagi, einlag bæn sem kemur beint frá dýpstu hjartarótum til að róa hugan. Í öðru lagi þurfum við virkilega að trúa því að við búum yfir þessari gríðarlegu innri getu. Og að lokum, með þennan sterka grunn getum við tekið skref tilbaka og greint af algjöri skynsemi, nákvæmlega hvað aðstæðina krefast á okkur hverju sinni. Þetta snýst allt sýn og stillingu. Hér sjáum við frábæra innsýn frá heimspekinum René Descartes. Hann bendir á ferli sem á sér stað þegar við sigurumst á erfileikum. Það eins og stórt púsluspil. Þegar við leysum eitt vandamál, þá gvafar sú reynsla ekkert upp. Hún verður að reglu, að huglægri grind sem við getum nýtt okkur aftur og aftur. Við erum í raun að byggja upp okkar eigið vopnabúr af þekkingu. Og vegna þess, trúið mér, verður næsta áskorun alltaf aðeins viðráðanlegri en sú fyrri. Færum okkur lifir og sjáum hvernig þetta byggist upp og leiðir okkur að algjöru vitundarvakningu. Við verðum að spyrja okkur, liggur erfiðleikin raunverulega í því að heimurinn sé svo grimmur? Eða snýst þetta einfalla það, hvernig við kjósum að sjá hlutina? Heimildin okkar dregur fram alveg dásamlega sögu úr ljóðinu fallegustu rósina, sem færir okkur að fallegan hátt frá ytri vonbrigðun yfir í mjög djúpa innri sýn. Þessu dæmisaga bæði hrífandi og svo ótrúlega áhrifarík. Hún segir frá beiskum huga sem hvílist undir gömlum grátviði, algjörlega sannfærður að heimurinn sé vonlaus. En þá birtist blind barn með gjöf, deyjandi, visnað illgresi og barni heldur fram af svo mikilli gleði að það sé fallegt. Þetta sorglega blóm í litla leirpottinum snertist af gullinni birtu og breytist í hjarta barnsins í yndislega lífandi rós. Barni mat ekki blómið eftir útliti, heldur eftir tilfinningu. Þvílíkt kraftaverk sem þessi einfalda gjöf framkallar. Og hér sjáum við hápunktinn úr þessu ljóði. Með því að breyta okkar innri skynjun, breytum við því hvernig við upplifum heiminn sjálfan. Skynjun blinda barnsins var tærari en okkar ytri efnislega sjón, því hún spratt beint frá hjartanu. Að eiga sanna sjón þýðir að geta fundið fegurðina í því sem virðist vera að deyja. Ef hugurinn stiltur á neikvæðni, virðist allt vonlaust. En ef við veljum að sjá tilganginn, já þá getur deyjandi illgresi hreinlega umbreyst í blómstrandi rós innri friðar. Það ekki magnað? Þessi loka orð kjarna þennan stóra sannleika, nákvæmlega eins og þegar lítill leirlampi umbreytist í yfirþyrmandi stóran loga sem fyllir allan geiminn af gullum ljóma og gríðarlegum krafti. Þegar við fótum okkur í gátum lífsins og hættum að víkjast undan, þegar við ræktum okkar innra sjálf og trúum á okkar eigin getu, þá hverfur óttinn. Allir fyrri ósigrar smella saman og mynda træstustu tröppurnar á leiðinni til velgengsni. Engin atburður, sama hversu erfiður hann virðist, hefur máttinn til að slökkva logan sem brennur hið innra. Næsti stormur algjörlega óhjákvæmilegur, svona bara náttúran. En nú vetum við að styrkur okkar ekki einhver föst stærð, hann duldur fjársjóður sem býður bara eftir að við opnum hann með hugrekki. Mun óttinn sigra næst þegar að blésa á móti eða mun ný og öflugri innri geta stýra fram reiðubúin að slípa diamantinn sem leynist innra með okkur öllum. Það nefnilega alveg undir okkar sjálfum komið. Það kella þeir að fylgjast með þessari yfirferði dag og muna, hlúum alltaf að loganum hið innra.